Menntaskólinn á Tröllaskaga hefur samið við menntamálaráðuneyti heimastjórnarinnar í Grænlandi ráðgjöf við notkun upplýsingatækni í kennslu á framhaldsskólastigi og sérstaklega aðferðafræði fjarkennslu. Grænland stórt land en strjálbýlt og ferðakostnaður gríðarlega hár. Fjarkennsla því afar mikilvæg. Grænlendingar vilja þess vegna leita leiða til að fullorðnir geti stundað framhaldsskólanám í heimabyggð og vilja styðjast við þá aðferðafræði sem þróuð hefur verið í menntaskólanum á Tröllaskaga. Þetta byrjaði þannig að þau komu frá grænlenska ráðuneytinu og grænlensku framhaldsskóla í að skoða skólan hér, skipulagið og annað og ég svo sem vissi ekkert hvað var á bakvið það en að þau voru að fást við verkefni að fullorðnir ættu erfitt með að komast í nám á Grænlandi. En síðan höfðu þau samband í sumar og reyndust þá vera bara hrifin af því hvernig við kennum aðferðafræðina sem við höfum þróað, sem svolítið sérstök blanda af staðnámi, dreifnámi, fjarnámi og sáu fyrir sér að sú aðferðafræði geti nýtt sér, svo þau fóru fram á við okkur í skólanum að gera samning að vera í undirbúningshóp, undir skipulag í Grænlandi. En það sem kannski sérstakt hjá þeim, þeir höfðu svona brúarnám eins og við höfum, það að segja eins árs nám, þetta svona nokkuð svona, þú fari 1 ár í framhaldsskóla og þá getur þú farið í háskóla. En reynsla þeirra svo að þeir til lengri tíma litið að þá dugar það ekki, nemendur ekki nægilega vel undirbúnir, þeim að ganga illa í háskólanum, eiga erfitt og ströggla meira þar, sem fullkomlega eðlilegt, því að 3 ára nám og 1 árs nám getur aldrei verið eins. Þannig að þau lokuðu þessu brúarnámi og núna til að byrja með að skipuleggja hvernig þau gera fullorðnum kleift að ljúka framhaldsskólanum frá sinni heimabyggð. Þau hafa töluverða reynslu af fjarnámi á grunnskólastiginu en síður á framhaldsskólastiginu utan þess að það hefur verið kennt frá Danmörku til Grænland sem svolítið öðruvísi. Nú þannig að ég í nefnd á vegum menntamála, maður veit ekki þetta heimastjórnin Grænlandi og það menntamálaráðuneytið þeirra sem með nefnd sem á að ráðgefa ríkisstjórninu stefnumörkun í þessum málum með ráðuneytinu og hvort það sé einhverjum lögum sem þarf að breyta, einhver aðferðafræði, einhverju sem þarf að breyta í svona rammanum og hvers konar skipulag geti verið. Og í þessari nefnd síðan skólameistari úr framhaldsskólanum í Simjút, tæknimaður sem hjá heimastjórninni og verkefnastjóri sem í Simjút líka. Nú þú aðeins reynslu af skólakerfinu í Grænlandi og það kannski eitt af því sem þeir eiga oft erfitt með gríðarlegar vegalengdir. Já, og að því að það fáir framhaldsskólar að þá þarf að flytja kannski mjög langt og eða í allt annað umhverfi. Það til dæmis engir skólar á austurströndinni, framhaldsskólar og það mikið rask þá af flutningum og það að flytja þýðir jafnvel að þú þurfir að taka alla fjölskylduna með þér og þar með missir maki vinnu og börnin þurfa að fara úr leikskóla eða grunnskóla, þau eiga börn ung mjög oft, þannig að það þarf öll fjölskyldan að flytja. Og það óbóðslegt rask. Það væri miklu auðveldara að vera þannig að þú getur verið heima í fjarnámi. Og hvað heldur þetta gefi samfélaginu í Grænlandi? Ég held þetta efli allar litlu byggðirnar. Ekki það að auðvitað eflir þetta líka stóru staðina en þeir hafa framhaldsskólan fyrir. Börnin þurfa ekki að flytja í burtu. Og þetta mun efla þessar litlu byggðir þar sem kannski 50 manns, 100 manns og hver einasti skiptir óbóðslega miklu máli. Já, má líka bæta við, þau að horfa á þetta til að hækka menntastig, þannig svona svipuð ástæða fyrir því okkur menntaskólan Tröllaskaga til. Það var til að hækka menntunarstigið á norðanverðum Tröllaskaga. Það ekki allir tilbúnir að flytja í burtu í stærri byggðir í skóla og við þekkjum þetta hérna á Íslandi og fámennu byggðirnar okkar líka og oft verður þetta þannig að fólk kemur þá ekki endilega tilbaka. En það sem þau tölu mest það mikið konur sem að þrá að komast í framhaldsskóla. Þær dreymir að verða kennara, leikskólakennara, grunnskólakennara eða hjúkrunarfræðingar til að geta sinnt sinni heimabyggð og þannig að það svona hópurinn sem þetta brennur á. En hjá Grænlendingum flækir þetta, þeir með 2 grunntungumál. Þau líka oft með dönskuna sem móðurmál, þannig þau fást við 3 tungumál. Við höfum sem betur fyrir 1 mál sem við tölum öll íslenskuna
En þannig að það gerir þetta erfiðara ef þú ert frá Austur-Grænlandi, þarft að læra svo tungumáli sem tala á Vestur-Grænlandi og verið í skóla á dönsku, þá ertu komið 3 tungumál undir til þess að geta klára framhaldsskólan þinn. En fyrir okkur hérna í Menntaskólanum Tröllaskaga skiptir þetta verulegu máli, þetta samstarfsverkefni, því að við getum farið í samstarf við þau og skoðað okkur sjálf, því það nú þannig að maður bara vinnur áfram í svona amstri hversdagsins og svo allt í einu förum við að verða vör við það að fólk að koma og skoða módelin, hvað við erum að gera, og Þuríður Jóhannsdóttir hefur verið að rannsaka, hún í Háskóla Íslands, hefur verið að rannsaka aðferðafræðina, hvernig við vinnum með samfélaginu, hvernig við stýrum skólanum, og allt í einu uppgötvuðum við að við erum kannski með eitthvað sem við ættum að skilgreina nánar fyrir okkur sjálfum. Þannig að við ætlum að nota þennan tíma og þetta samstarfsverkefni í að við skilgreinum okkur fyrir okkur, en í leiðinni fyrir grænlendingana að þeir fái þá þau gögn og þær upplýsingar eins og við. Ég var á Grænlandi 4 mánuði á seinasta ári og kynntist landinu og fólkinu og svona hugafarinu miklu meira heldur en maður gerir í viku heimsókn. Og komst að því að þau eru ótrúlega lík Íslendingum að mörgu leyti. Þau eru með svona hugafar eins og við, að það veðurfari sem ræður. Við plönum ekkert of langt fram í tíma því að við vitum ekki hvort það kemur stormur. Og þetta skilja einhver nema, ég held, grænlendingar, Íslendingar, Færeyingar hérna í kringum okkur. Við erum ótrúlega lík þeim og við erum ótrúlega nálagt þeim, svona miðað við aðra nágranna, en samt lítum við aldrei þangað.